2017 og klukkan 2. Fyrst á dagskrá fundarins tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að 8. bekkingum í grunnskólum Reykjavíkur standi til boða sumarstörf hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. Og fyrst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég sé að það strax komin áhuga á tillögunni því að menn eru farnir að kveðja sér ljós áður en hún flutt. Nú fer að styttast í að þessu skólaári ljúki og að grunnskólanemendur fari sumarleyfi. Líkt og fyrri sumur munu 14 ára unglingar í nær öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu geta mætt til vinnu hjá vinnuskóla síns sveitarfélags, en í Reykjavík, stærsta sveitarfélaginu, þurfa ungmenni á þessum aldri að sætta sig við að engin störf í boði fyrir þau. Í nafni hagræðingar árið 2011 var ákveðið að hætta að bjóða 8. bekkingum störf hjá skólanum og jafnframt var þrengt að starfsemi skólans með því að stytta vinnutíma verulega hjá 9. og 10. bekkingum. Nærtækara hefði verið á þeim tíma að forgangsraða í þágu skólabarna og umhverfismála í stað þess að ráðast í hvert gæluverkefnið á fætur öðrum. Öllum ætti að vera það ljóst að starfið í vinnuskólanum hefur mikið gildi fyrir ungmennin því þar öðlast þeir víðsýni, njóta útiveru og hreyfingar, að auki fá þeir þjálfun við verkleg störf og öðlast verkþekkingu sem mikilvægt veganesti fyrir þau út í lífið. Það ekki nokkur vafi á því að uppbyggileg sumarvinna skilar sér í margfaldlegu forvarnargildi, er þroskandi og hefur mikið uppeldisfræðilegt gildi. Með þessi göfugu markmið í huga ættum við að efla vinnuskólann en ekki skerða starfsemi hans eins og nú hefur verið gert. Við ættum að þróa hann enn frekar með því að bjóða upp á fjölbreyttari störf til að koma til móts við áhuga ungmennanna. Starfsstaðir borgarinnar eru fjölmargir og þar eru fjölmörg tækifæri til þess að veita þessum ungmennum störf og starfskraftar þeirra gætu nýst við umhirðu, létt viðhald, málingarvinnu svo að fátt eitt sé nefnt. Viðhald og umhirðu hefur verið verulega ábótavant í borginni á undanförnum árum og víða er verk að vinna og því ljóst að vinnuskólanum veitir ekki af liðsoka. Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélagið, ætti að hafa burði til þess að bjóða sínu nemendum í 8. bekk vinnu ef minni sveitarfélögin hér í kringum okkur geta gert það. Forseti, við sjálfstæðismenn höfum ítrekað lagt fram tillögu hér í borgarstjórn að þessum aldurshópi bjóðist sumarvinna hjá borginni, en því miður hefur meiri hlutinn fellt þær allar, en við ætlum ekki að láta deigan síga og leggjum því hér fram í dag tillögu þess efnis að öllum 8. bekkingum gefist kostur á vinnu hjá vinnuskólanum í sumar. Með tillögunni fylgdi greinargerð sem ég geri ráð fyrir að borgarfulltrúar hafi kynnt sér nú þegar og ég vonast til þess að þessi tillaga okkar hér í dag fái góðan hljómgrunn og að augu borgaryfirvalda og borgarstjórnar meirihlutans fara að opnast fyrir mikilvægi þessarar sumarvinnu fyrir unglingana og samþykki tillöguna. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú var að hlýna svo úti að hann þyrstir lítið. Enda sumar komið fyrir nokkuð síðan. Sumardagurinn fyrsti var hér haldinn hátíðlegur fyrir þó nokkrum vikum og þó það sé nú kannski Og jú, það skiptir máli að ég held að það hafi frosið saman víðast hvar á landinu sem að bendir hefur hingað til þótt vísbendingum það að sumarið verði gott.
þar að segja veðurfarslega séð. Ég kem hér upp til að hafa nokkur orð þessa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að 8. bekkingar fái að það verði sem sagt í boði fyrir þá að koma í vinnu hjá vinnuskólanum. Þetta er tillaga eins og borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir kom hér inn á sem hefur svo sem verið rædd þó nokkrum sinnum. Eitt var nú reyndar sem að kannski var ekki alveg nægilega nákvæmt að mínu mati í máli borgarfulltrúans að það var ekki einungis í nafni hagræðingar sem að var skorið niður í vinnuskólanum á sínu tíma eftir hrun. Og það var í sjálfu sér ekki beinlínis vegna þess sem að það var ákveðið að leggja af á þeim tíma þetta nám, þennan vinnuskóla fyrir 8. bekkinga, það er að segja 13-14 ára unglinga. Heldur var nú aðal ástæðan svo að á þessum tíma var mikið atvinnuleysi hér á landi og það þótti skjóta skökku við að veita börnum og unglingum vinnu á meðan að stóru hópar fólks á vinnumarkaði voru án atvinnu. Þetta var byrjunarpunkturinn. Fókusin var settur á að reyna frekar að aðstoða þá sem voru 17 ára til að fá vinna á þeim tíma og auðvitað ekki síður farið í gríðarlega umfangsmikla vinnu varðandi atvinnuátak fyrir þá sem voru atvinnuleysir. Og það er mikilvægt að halda þess til haga, þannig að það gleymist ekki. Að samaskapi voru auðvitað skoðanaskipti það hvort að það væri og með hvaða hætti þá væri rétt að börn væru látin vinna. Og við höfum haft það fyrirkomulega auðvitað hér á landi sem að ég held að sé mörguleyti ágætt að þetta er undir formerkjum vinnuskóla. Þetta er svona, þarna er raun og veru tvinnað saman fræðslu á því bara hvað á svona ákveðnum grundvallarstörfum, auðvitað sérstaklega við hreinsun og umhirðu ýmiss konar. Og ungmennin eða börnin er raun og veru fá þannig kynningu á svona með beinum hættu við atvinnuhugtakið. Viðhald og umhirða í borginni eru auðvitað almennt í góðum farvegi og þó að það hefur þurft að skera það niður í hruninu eins og allir vita þá vil ég nú mótmæla orðum borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur sem er einhver svona mantra sem að minnihlutinn hér sérstaklega fer með að hér sé allt í kalda koli þegar kemur að viðhaldi og umhirðu. Þetta er það ekki svo, það er langt í frá. Við erum auðvitað stærsti sá aðili á landinu sem heyjar allra mest, sláum hér gríðarlega fláka og gerum það vel. Og auðvitað verður fólk að gera sig grein fyrir því og það er mikilvægt að halda því til haga. Það er auðvitað ekki þannig að þú getur látið börn og ungmenni í hvaða störf sem tengjast umhirðu. Það er auðvitað ákveðin takmörkun á því með hvaða til dæmis vélar og tæki er hægt að láta börnin vinna með. Það er liðin svo tíð að þú hendi krakka bara upp á traktor eða hendi sláttoru framan á það og vonið það besta. Svoleiðis er ekki unnið lengur. Sem betur fer, verð ég nú að segja. Augu meirihlutans í borginni hafa aldrei verið lokuð fyrir því að það getur verið ágætis hugmynd að bjóða upp á prógram fyrir 8. bekkinga. Og það var unnin hér prýðileg úttekt á starfi vinnuskólans. Hér var skilað hér fyrir ári síðan þar sem að ýmislegt gagnlegt kemur fram í þessum starfshóp sem að vann þetta. Sátu Þórólfur Jónsson meðal annars, deildarstjóri náttúru og garða á umhverfis- og skipulagssviði, Soffía Pálsdóttir frá skóla- og frístundasviði og fleiri. Það sem kemur út úr vinnu þessara
þessa góða fólks, til dæmis varðandi 14 ára unglingana eða 8. bekkin, svo að það sé í raun og veru eðlilegt að reyna að bjóða upp á einhvers konar störf fyrir þennan hóp. Það er tekið til að starfið þurfa að vera einfalt og starftíminn styttri en hjá eldri ungmennum og jafnvel að líta á þetta sem nokkurs konar starfskynningu. Og ég held að þetta sé að mörgu leyti ágætis nálgun hjá þessum starfshópi. Það sem að við höfum verið að velta fyrir okkur hvort að sé kannski komin tími til að svona endurskoða þetta starf vinnuskólans í heild sinni, þó nokkuð og eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn á hér, ef ég skilja hana rétt, að þá auðvitað fjölmörg að taka. Við getum, það er margvísleg starfsemi sem fer fram innan borgarinnar og mér dettur nú til dæmis í hug að hér hefur verið starf sem hefur verið kallað skapandi sumarstörf, afskaplega skemmtilegt vellukkað starf, margir góðir hópar komið út úr því og þar væri kannski eðlilegt að bæta svolítið í svo núna með svona batnandi hag og eins að svona velta fyrir sér hvort að við ættum að í raun og veru útvíkka það sem við þá vinnu sem við erum að bjóða 17 ára ungmennum. 17 ára ungmenni reyndar, 17 ára ungmenni gegna svolítið sérkennilegri, á svolítið sérkennilegum stað þegar kemur að vinnu því að tryggingar þeirra eru örlítið með öðrum hætti en þegar fólk eru fullorðið, þannig að það er sama á með börnin, það er ekki hægt að henda fólki upp á vélar og tæki alveg hreint með sama hætti. Hitt hins vegar líka rétt að hafa í huga að atvinnuástandið núna töluvert öðruvísi en það var 2011 til að mynda, þegar það var lagt af að vera með 8. bekkin hér og það auðvitað svoleiðis að einhver töluverður hluti þeirra barna sem hafa verið að sækja vinnu í 9. og 10. bekk hjá vinnuskólanum, þau ekki að skila sér lengur. Og það auðvitað vegna þess að það að ýmsum öðrum störfum að hverfa fyrir þennan hóp sem að öllum líkindum standa yfir lengri tíma og þar af leiðandi hægt að hafa meira kaup fyrir. Og það annað sem hefur verið svona svolítill vandi núna síðustu 2 ár sérstaklega og virðist vera það í ár líka, að það gengur ekki sérstaklega vel að ráða leiðbeinendur fyrir börnin í vinnuskólanum og það auðvitað forsenda þess að sé hægt að halda vinnuskólanum úti, það að hafi næga leiðbeinendur. Þú þarft öllu líkindum heldur fleiri leiðbeinendur fyrir börn í 8. bekk heldur 9. og 10. Bara svona svo alls öryggi sé gætt og þetta auðvitað verður til þess að það ekki endilega vist að verði nægt að fullmanna einu sinni það sem að við höfum áætlað fyrir 9. og 10. bekkin, einfaldlega vegna leiðbeinendaskort. Og þá nú 8. bekkurinn, þá nú orðið hansi hæpið að við komum þeim að. Ég hins vegar í grunninn bara mjög jákvæður gagnvart þessari skoðun, að skoða þessa tillögu. Mér finnst þetta ágætt, mér finnst þetta gott hjá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að vera svona svolítið ýtnir og ákveðnir í málum sem að þeim sem að standa þeim nærri hjarta og eins og þessu og þau hafa mynd nokkuð ítrekkað á þetta kemur til að nokkuð seint fram að segja, það er kannski óheppilegt og eflaust ekki raunverulega að vera að tala að þetta sé eitthvað sem gerist í sumar. Ímyndaði mér, enda raunsætt fólk þarna á ferðinni, en ég held að við eigum að skoða þetta fullri alvöru og skoða það fullri alvöru að koma 8. bekknum aftur til einhvers konar starfa á okkar vegum í vinnuskólanum
Og heppilegast held ég að við vísum bara þessari tillögu með góðum orðum til fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2018 og sammælumst það í raun og veru með því að ásetningur okkar sé að bjóða upp á prógram fyrir 8. bekkinguna á næsta ári. Takk fyrir. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, mér finnst það ánægjuleg tíðindi að mér finnst svona meiri vilji til þess að skoða þessa tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins núna. Mér hefur fundist vera svona heldur hart hvernig þeir hafa fellt þessa tillögu hérna áður. En talandi að þessi tillaga komi of seint fram, þá er ég nú ekki sammála því að ég man þá tíð, hér í tíð bara minnum í R-listans, ef ég man þetta rétt, þeir sem muna betur ég geta þá leiðrétt mig með það, að þá var farið í átak í byrjun sumars, einmitt vegna þess að það þurfti að fjölga nemendum í vinnuskólanum. Og ég held að ef það er í alvörunni vilji til þess, að þá getum við gert það. Við höfum nokkra vikur til þess og þess vegna er tillagan lögð fram núna. Síðast þegar ég lagði fram þessa tillögu þá var hún lögð fram í lok mars og þá hefði nú líka átt að vera nægur tími til þess að skoða málin og veita þessum úlingum vinnu. En talandi hrunið að það hafi þurft að skera þetta niður út af hruninu, það finnst mér dálítið sérkennileg afsökun vegna þess að hin sveitarfélögin sem eru minni sveitarfélögum við, hérna allt í kringum okkur, þau þurftu ekki að fara í þær aðgerðir að skera þessa vinnu niður eða skerða vinnutíman. Og auk þess þá voru náttúrulega okkar nemendur í vinnuskólanum lengi á mun lægri launum heldur en nemendur í vinnuskólum hinna sveitarfélaganna. Og ég fagna því líka að í borgarráði nýverið þá var ákveðið að hækka þessi laun til samræmis við laun annarra vinnuskóla hérna í grenndinni við okkur. En mér finnst bara mikilvægt að við tökum höndum saman núna og brettum upp ermarnar, ræðum við skólastjóra vinnuskólans það að reyna að fara í aðgerðir það að við getum boðið þessum krökkum störf. Við getum hugsað út fyrir kassan, við að fara í samstarfi til dæmis menntavísindasvið, varðandi þá sem eru til dæmis í tómstund og félagsfræði og reyna að fá þetta fólk til þess að koma og sinna leiðbeinendastörfum. Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Sigurður Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er svo mikilvægt að hlusta, virkhlustun er svo skemmtilegt orð, en það sem ég sagði varðandi hrunið var að það var ekki einungis vegna hagræðingar sem að þetta var skorið niður, heldur var það vegna þess að hér voru stórir hópar fólks á vinnumarkaði án atvinnu. Það er auðvitað þannig að Reykjavíkurborg umfram önnur sveitarfélög fór í miklu umfangsmeira átak til að hjálpa fólki sem að sat á atvinnuleyfisskrá í vinnu. Og þetta var einfallega fókus, þetta var pólitísk ákvörðun að fókusin skildi vera á þá sem eru atvinnulausir en ekki endilega bara á vinnu barna. Hins vegar þá vil ég taka undir það og það væri mjög skynsamlegt að fá frístundageirann með okkur inn í skipulagningu á vinnuskólanum og endurskipulagningu og það auðvitað kemur fram í þessari skýrslu, þar eru margar góðar hugmyndir sem tengjast því. Og ég held að það sé bara gott tækifæri hérna núna til þess að endurmeta hlutverk vinnuskólans, gagnsemi hans og gæði og með því að vísa þessu til gera næstu fjárhagsáætlunar eins og ég segi með mjög ákveðnum skilaboðum að þetta sé vilji okkar að koma þarna á fót starfi á ný. Þá held ég við getum gert það mjög vel.
varðandi það hvort að ég sagði reyndar að tillagan væri nokkuð seint framkomin, það auðvitað ekkert ómögulegt í þessu. En hins vegar ef við ætlum að gera þetta almennilega, þá held ég að það sé mikilvægt að við gefum okkur góðan tíma í þetta og ég reyndar þeirra skoðunar að það vinnumagn sem við getum boðið upp á og myndum bjóða upp á í sumar, það væri auðvitað alltaf til nokkura mála mynda, þannig að ég efast að sá leiðangur sé kannski það sé skynsamlegt að fara í þann leiðangur á þessu tímabóti. Það eru Sigurður Björn Blöndal lokið við að svara andsvari og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitir andsvar öðru sinni. Góði borgarfulltrúar, eins og ég sagði áðan, þá það ánægilegt að menn vilji fara að skoða það að veita þessum ungmennum vinnu á nýjan leik. En mér finnst það svolítið seint fram komið ef við ætlum að bíða í 1 ár til viðbótar vegna þess að reynslan hjá vinnuskólanum með þessa nemendur til staðar. Þó það sé orðin þetta mörg ár, þá þessi reynsla enn til staðar hjá skólanum. Þannig að það ætti ekki að vera stór mál að drífa í því að auglýsa tilboð til 8. bekkinga sumarvinnu í sumar. Og ég held að þessi endurskoðun, það þurfi þá að hraðinni ef að menn ætla að fara í einhverja allsherjar endurskoðun, en við gætum gert það samtímis því að veita börnunum vinnu. Ég veit að foreldrar hafa miklar áhyggjur af ungmennunum sem eru í 8. bekk. Þau hafa litla hverfa þegar skóla lýkur, þau eru ekki endilega á sama tíma í frí og foreldrar þeirra og mörg þeirra hafa verið að snúa sólarhringnum við og ekki viljum við að börnin hangi í tölvum eða einhverju tilgangsleysi, heldur viljum við að þau séu í uppbyggilegum störfum og njóti útiveru og hreyfingar yfir sumartíma. Það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst andsvörin lokið og næstu tekur til máls Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi rétt bæta í sarpinn í þessa umræðu vinnuskóla fyrir 14 ára ungmenni sem koma úr 8. bekk. Björn Blöndal borgarfulltrúi fór vel yfir svona heildarstöðuna í málinu hér áðan og þarf að endurtaka það. Ég vildi þó kannski aðeins fara nokkrum orðum þá skýrslu sem að Sigurður Björn Blöndal reifaði og var tekin saman hér fyrir svona ríflega ári síðan. Þetta var starfshópur sem að var með fulltrúum frá umhverfis- og skipulagssviði sem að fer með forræði vinnuskólans, skóla- og frístundasviði og fleiri aðilum, starfaði frá árslokum 2015 til fram í mars 2016, fór vel yfir málið, þar á meðal staðsetningu vinnuskólans í borgarkerfinu, mögulega endurskoðun á starfseminni, hugsanlega útvikun hennar og svo framvegis. Og kom með tilbaka ágætar tillögur sem að ég held að séu allrar athygli verðar. Hópurinn reyndar svona kveður ekki upp úr með þetta mál varðandi staðsetningu vinnuskólans en reifar að það hafi verið sjónarmið það hvort að honum væri best fyrir komið á núverandi staði eða hvort það væri heppilegra að vinnuskólinn væri rekinn af frístundahluta skóla- og frístundasviðs. Þá eru menn ekki síst að horfa á það að nýta svona þá fagþekkingu sem að það í starfi með ungu fólki og kannski í öðru lagi þetta sem að lítur að kannski bara mannauðsstefnu borgarinnar og það hefur verið viðkvæði núna undanfarin ár að það starfsfólk sem hefur verið að vinna í frístundageiranum hjá borginni að það hefur ekki getað treyst á vinnu yfir sumartíman og hefur raun og veru þurft að sækjast á eftir sumarstörfum inni á öðru sviði, inn á umhverfis- og skipulagssviði ef það hefur viljað vinna í vinnuskóla umhverfinu. Það hefur svona frístundinni þótt vera galli að geta ekki boðið upp á trygg heilsársstörf og það eru kannski ákveðin rök fyrir því að skoða þetta en hitt augljóst að það starf sem að unnið í vinnuskólanum og þau verkefni, ekki síst við fegrum borgarlandsins, þau eru nauðsynleg og þurfa að eiga sér stað áfram inn í þessu umhverfi hvort sem að það með breyttu fyrirkomulagi eða ekki. Þarna voru tillögur vinnu
17 ára ungmenna einar 5 tillögur að bjóða 14 ára unglingum störf að nýju með breyttu sniði og þá með nokkra áherslu á starfskynningu einmitt og tillögur að hækka launin, lengja starfstímann, auka fjölbreytni og svo framvegis. Ég held að við séum á þeim stað að það sé ástæða til þess að taka þetta upp á borð þessa vinnu og fara kerfisbundið í gegnum það hvort að við eigum ekki að skilgreina og endurskoða þetta fyrirkomulag, jafnvel skilgreina nýtt upplegg á vinnuskólanum þar sem að verkefnin verði einmitt nokkuð fjölbreyttari en verið hefur, áhersla á líka þætti sem að tengjast í að venja okkar ungmenni við framtíðina, við vinnumarkaðinn og hvaða þættir þar skipta máli, félagsfærni, vinnusiðferði, einmitt að kynnast fjölbreyttum störfum í ólíkum atvinnugreinum þar sem hægt að nýta námsferilinn, hægt að nýta það upplegg sem að þau eru að fara í gegnum í skólaumhverfinu. Áframhaldandi áhersla á fegurð borgarlandsins og svona umhverfistengd verkefni held ég að sé borðleggjandi, en það mætti styrkja það með fleiri nálgunum. Og það liggur síðan fyrir að frístundin hefur mikinn áhuga, vilja og mannskap til þess að taka að sér umsjón vinnuskólans og ég held að það þurfa að botna það mál og fara vel í gegnum hvort það sé skynsamlegt skref að taka. Ég hef sjálfur mikla trú á að það geti verið gott fyrir borgina og umfram allt þau ungmenni sem að ræðir. Það er ein tillaga sem að kom fram í þessu starfshópi sem að ég held að við hefum bara að taka í fangið og hún er svo að það verði settur niður stýrihópur kjörinna fulltrúa sem að fer yfir þessi sjónarmið endurbætur og útvikun á starfsemi vinnuskólans. Þar má skoða þetta með staðsetninguna inn í borgarskipulaginu okkar, hvernig með auka fjölbreytnina, útfærslu á vinnu 8. bekkinga, hvort rétt sé að lengja vinnutímabilið og fleira. Og í þessu öllu er auðvitað lykilatriði að hlusta á ungmennin sjálf, eiga samtal við Reykjavíkur á ungmenna og fá fram viðhorf þeirra til mögulegra breytinga á vinnuskólum. Þannig að ég styð þá tillögu sem að fram er komin málsmeðferð að þessari vinnu verði vísað til fjárhagsáætlanagerðar en jafnframt að við setjum niður stýrihóp kjörinna fulltrúa sem að kortleggur málið vandlega. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, loki máli sínu og næstu tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég styð eindregið þá tillögu sem liggur hérna fyrir frá Sjálfstæðisflokknum að 8. bekkingum í grunnskólum Reykjavíkur standi til boða sumarstörf hjá vinnuskóla Reykjavíkur og í sjálfu sér hægt að fagna því hvert í hvað átt umræðan stefnir vegna þess að það er ekki annað að heyra á borgarfulltrúum meirihlutans en að þeim lítist vel á málið og séu tilbúnir til þess að vísa málinu inn í fjárhagsáætlanagerð næsta árs. Það má fagna þeirri stefnubreytingu sjálfu sér því að þetta mál er ekkert nýtt af nálinni. Það hefur margoft verið talað um þetta undanfarin ár. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa gert athugasemdir við það í mörg ár að 8. bekkingum standi ekki þessi vinna til boða og þetta er eitt af þessum málum sem við heyrum frá foreldrum hér í bænum á hverju vori og hverju sumri að það sé æskilegt að unglingunum okkar standi þetta til boða. Og það er ekki eins og að sé að ræða atvinnubóta vinnu í verstu merkingu þess orðs, alls ekki, vegna þess að við höfum þörf fyrir þennan vinnukraft. Það er allir sammála það hversu hollt það sé fyrir ungmennin að vinna við þessi störf úti í borginni. Gróðavænleg störf í bestu merkingu þess orðs. Kaupið hefur aldrei verið hátt, en þarna vinna þau að því að fegra borgina, öðlast á virðingu fyrir henni og græða plöntur og slá gras og svo framvegis. Nú, flestir eru sammála það og það er líka ábending sem við fáum að umhirðan í borginni er bara alls ekki nógu góð og er í ólagi og þarf að standa betur að vígi og ódýrasta leiðin til að bæta þetta er einmitt svo að virkja vinnukraft þessara ungmenna sem eru starfa þá við þetta í staðinn fyrir að mæla göturnar eru jafnvel við enn óhaldari iðju sem þeirra þá eru mikið í tölvum eins og við höfum ekki ábendingur
Þannig að það má fagna þessari stefnubreytingu sjálfu sér, en ég verð að segja eins og að mér finnst ekki rétt að vísa þessu bara í næsta ár. Tíminn núna, við sjáum að gróðurinn að taka við sér og núna tíminn til að láta verkin tala og það er ekkert vandamál. Ég gef lítið fyrir þær skýringar sem hafa komið hér frá borgarfulltrúum meirihlutans eða afsakanir fyrir því að það sé ekki hægt að fara í þetta núna í ár. Þeir nefna ekki fjárhagslegar ástæður í sjálfu sér enda kostar þetta ekki svo mikið í samhengi hlutana. Þeir nefna alls konar tæknileg atriði og gefa góðar vonir fyrir slíkt verkefni næsta ár en treystir sér ekki í sumar. En ég vil þá bara benda á það að hjá Reykjavíkurborg til mjög mikil uppsöfnuð þekking í að ganga frá ráðningamálum starfsmanna í umhverfisgerðunum, svo má segja, með mjög skömmum fyrirvara. Það byggðist til margra áratuga. Það var í rauninni bara gildi svo stefna hjá borginni að öll þau ungmenni á þessum aldri og sem vildu, og jafnvel 16-17 aldri líka, sem vildu fá vinnu, gætu fengið vinnu og það fór þetta bara mjög eftir árferðinu hverju sinni hversu margir buðu sig fram. Ef það var slæmt ástand til sjávar og sveita, þá voru gjarnan mjög margir sem buðu sig fram til starfa í vinnuskólanum og í það bæði vinnuskólanum sem við köllum unglingavinnuna og síðan í bæjarvinnunni sem var svo kölluð sem eru aðeins eldri unglingar. En áratug eftir áratug þá bara lét borgin sig, þá var það ákveðið metnaðarmál hjá borginni að veita sem flestum sem vildu fá vinnu, þessa vinnu og við fjárhagsáætlanagerð eða skipulagning á vordugum þá vissu þeir sem stjórnuðu þessum málum hjá borgin, þeir vissu ekkert hvað þeir myndu fá marga unglinga. Þeirra hlutverk var bara, þeir vissu það að þeirra hlutverk var bara að ráða þá og finna þeim eitthvað að gera. Og það ekki, og ég man að ég átti samtöl við þá sem sinna þessum málum hjá borgin og höfðu reynda gert lengi fyrir nokkrum árum þegar að 8. bekkurinn var dottinn út og þá sögðu þeir mér að vissulega þá hefðum tíma þegar að margir unglingar buðu sér fram til starfa. Það hefði verið erfitt að jafnvel að finna störfanda öllum. Það hefði verið svokallaður tossalisti sem var svo nefndur í gríni, listi yfir þau verkefni sem varð að vinna. Leið og krakkarnir komu svona í byrjun júní, þá voru þau drifin í alls konar störf og það lá þá mikið á að koma borginni í sem best ástand, svona yfirborðsástand fyrir 17. júní og síðan var bara farið í listan verkefni út alla borg. Og svo þegar að þessi listi hafi verið kláraður, sem var oft áður en vinnuskólans lauk, þá var bara farið í að finna verkefni og það var alltaf sjálfur sagt að finna þau, hreinsa fjörur eða heiðar eða eitthvað sem kannski var ekki á þessum lista. En svo mér sagt það eftir að 8. bekkurinn datt út, þá var ástandið þannig að þessi listi, hann hefði ekkert verið kláraður síðan, hann væri aldrei kláraður. Þannig að það alveg ljóst að það er þörf fyrir. Við getum notað allar vinnufúsar hendur til þess að þrífa borgina og koma henni í betri umhirðu, það er ekki spurning. Og ég gefi sjálfur sér lítið fyrir þessar skýringar sem eru svona eitthvað tæknilegar. Auðvitað er enginn að tala um það að setja 14 ára börn upp á sláttuvélar eða láta þau hafi hendur eitthvað hluti til að vinna með allan daginn. Það er enginn að tala um það. Ég held að, mér nú nærlega að halda að það hafi aldrei hlutverk vinnuskólans. Þarna erum við að tala kannski þá bæjarvinnuna. Vinnuskólakrakkarnir hafa alltaf verið í störfum sem eru talin ekki vera alls ekki neitt hættuleg, en hins vegar sko tímafrek störf. Og þegar maður þarf ekki að ganga lengi borgina til að sjá að það er þörf á miklu átaki. Nú, ég held að svona í ljósi reynslunar þá var mjög auðvelt fyrir borgina ef það er vilji fyrir hendi til þess að bjóða 8. bekkingum vinnu og ég vissum að margir þeirra myndi þiggja. Og það er ótrúlegt að heyra í þessu máli sem, þetta er svona mál sem maður segir, ef maður leyfir sér að sletta svona just do it mál, að
fá þá borgarfulltrúa meirihluta sinna upp eins og þetta sé rosalega flókið eins og hér er verið að skipuleggja eitthvað meiri háttar verkefni og eins og þessi haldin einhverju verkkvíða og fara að tala um það að það sé að í þessu máli væri sniðugt að skipa stýrihóp kjörinna fulltrúa til þess að fara yfir málefni vinnuskólans og stefnumótun og endurmeta hlutverkans og allt slíkt. Hvað góðir borgarfulltrúar, málefni vinnuskólans hafa verið til umræðu hérna á hverju einasta ári og við sem kjörnum fulltrúar höfum ekki nægan tíma til að setja okkur inn í þessi mál og við höfum einmitt oft rætt þetta henni í borgarstjórn þegar við sjálfstæðismenn höfum gagnrýnt það að það sé verið að draga úr hlutverki hans og það er ótrúlegt með meirihlutann, það er eins og það get ekki komið upp mál ef að meirihlutann með eitthvað vandahöndum eða þarf að tefja mál þá er farið að tala um að það þurfi eftir að skipa hóp. Það má ekki lengur tala um nefndir. Lengi vel var að tala um starfshóp, skipa starfshópa. Nú er talað, svo var eitthvað nafn í millitíðinni sem hann ekki alveg hvað var og nú er talað um stýrihóp. Nú er sem sagt altískorið að skipa stýrihóp sem er væntanlega fínna orðheldur en starfshópur eða nefnd. Þá er þetta að skipa nefnd eða stýrihóp kjörinna fulltrúa til að fara yfir málið eða svo hugmyndi nefnd hér. Og ég segi bara, ég held að það sé ekkert of ætlun að borgarráðsmenn geti sett sig inn í þetta mál bara á 10 mínútum eða kannski á 2 fundum ef menn vilja fá viku til að hugsa á milli. Nú, ef menn telja að það sé ómögulegt að fara í málið, það þurfi fyrst að skipa stýrihóp kjörinna fulltrúa, þá held ég að þessi stýrihópur, hann geti bara, það væri sjálfur sett að skipa hann á þessum fundi eða á fundi borgarráðs á fimmtudaginn og hann geti bara tekið sér eina svona 3 dagi að skoða málið. Þetta er ekkert flókið og eins þetta það eigi að hlusta á ungmenni sjálf eins og Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi kom upp og var að nefna sem afsökun fyrir því að það var ekkert að fara í málið, það er að hlusta ungmenni sjálf og sjálfsög að hlusta þau en borgarfulltrúar góðir. Hafið þið ekki heyrt ef við hittum unglingana og þar sem þau færa þessi málefni í tal við okkur. Ég held að þetta verið sjálfsagt að eiga samráð við ungmennaráðinu. Ég held að verið að senda þeim tölvupósti en þetta svara nokkrum dögum. En svo verið bara líka hægt að gera þetta, bara bjóða upp á þessa vinnu og samráði væri bara þannig að þau ungmenni sem vilja þiggja vinnuna, þau þetta bara koma í vinnuna, þau sem hafa ekki hugað, þau bara þiggja hana ekki. Þetta er mjög einfalt. Þannig eins og ég segi þetta, það er algjörlega ljóst að við getum farið í þetta mál með skömmum fyrirvara og kalla vinnufúsar hendur í hópi 8. bekkinga til starfa hér í borginni, það veitir ekki af. Og engin þörf á að vísa þessu máli, tefja þetta málrinni enn 1 árið í viðbót og ég vek athygli á því að þegar þetta mál hefur verið rætt hér í fundum í borgarkerfinu hér áður og það má svo sannarlega segja að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hafi haldið því mjög vel á lofti, þá kemur einmitt alltaf þetta sama, þessi mantra, svo má segja, að það sé sjálfsagt að skoða þetta betur og það þurfi að endurmeta hlutir skólans og fara í stefnumótun og jafnvel stýrihóp og hitt og þetta. Það er bara ekki boðlegt ágætu borgarfulltrúar að koma með þessar sömu afsakanir ár eftir ár fyrir því að aðhafast ekki. Ekki kostar þetta mikið og það er full þörf á þessu eins og allir sjá. Hvet í meirihlutann, fagnar sjálfur sér þessari viðhorfsbreytingu að hann skuli tala um það núna árið fyrir kosningar að það sé æskilegt að kalla þessa unglinga til starfa og láta þá vinna þessa vinnu og veita þessi þjónustu sjálfur sér. Það sé æskilegt en til að meirihlutin og rekla af sér sliðruorðið í þessum málum, það er tækifæri til þess núna og drífi í þessum málum þannig að við getum notið starfskrafta þessa góða fólks hjá okkur í sumar. Það er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Það hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvarið borgarfulltrúans og það er Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Skúli. Stendur hóp fólks sem hefur mikla hagsmuni að gæta
góðu sambandi en það virðist ekki vera hægt. Það skellt á mig áðan í símanum. Ég bara venjuleg manneskja, venjuleg íbúi. Ég verð að biðja þig að senda tölvupóst til borgarfulltrúa vegna þess að það ekki leyfilegt að trufla fundi borgarstjórnar. En takk samt fyrir komuna. Takk samt fyrir komuna. Þetta komið gott í bíli. Takk fyrir að koma. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara rétt hnykkja á því að eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Sigurðar Björns Blöndal hér í hans ágætu ræðu hér áðan, að það sem að þarf að hafa í huga varðandi vinnuskólan að það er auðvitað nauðsynlegt ef við erum að bjóða ungmennum upp á vinnu í borgarlandinu og það sé starfsfólk og leiðbeinendur til þess að handleiða og skipuleggja þessa vinnu með þeim og þar samkvæmt upplýsingum þeirra sem að best þekkja á umhverfis- og skipulagssviði sem að fara með forræði vinnuskólans að þar liggur kannski vandinn í því að drífa í því að bjóða þennan valkost fyrir ungmennin. Það er ekki leiðbeinendur á lausu, það er ekkert atvinnuleysi í landinu og reyndar það þannig að þau ungmenni sem að þegar hafa skráð sér til leiks, þá 15 og 16 ára ungmenni í 9. og 10. bekk, að þar reyndar frekar að kvarnast úr þessum hópi því að þeir einstaklingar hafa verið að fá vinnu annar staðar þó þeir hafi sótt og fengið vinnu í vinnuskólunum. En jafnvel við þær aðstæður, þó að það sé að minnka í þeim hópi, þá ennþá skortur á leiðbeinendur til þess að þjónusta þennan hóp. Og það eru skilaboð þeirra sem best þekkja að það raun og veru útilokið að það sé að fara í að útvíkka enn starfsemina með þessum litla fyrirvara. Höfum í huga borgarfulltrúa góðir að það er 16. maí í dag og tillagan að koma fram þegar sumarið raunverulega hafið. Og það það sem kemur í veg fyrir að menn geti hlaupið til og opnað faðminn fyrir 8. bekkingum núna. Ég vek líka athygli á því að það er engin gögn sem liggja fyrir þessum fundi þörfina. Það er mikil þörf fyrir sumarvinnu fyrir 8. bekkin í sumar og það þyrfti auðvitað að liggja fyrir áður en að menn taka ákvörðun það að opna þessar dyr. En viljinn til staðar og tækifærin til þess að einmitt að endurskipuleggja starfsemi vinnuskólans þannig að hann verði ennþá meira spennandi valkostur í framtíðinni fyrir okkar ungmenni. Það verkefni sem við eigum að vinda okkur í með þá næsta sumar í huga þannig að við séum vel nestuð og tilbúin þegar að sól fer að rísa árið 2018. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og andsvörum telst lokið og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, við í Framsókn og flugvallavinum styðjum tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og vil þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir þrautseigju þeirra að bera þessi tillögu ítrekað upp aftur og aftur og tek undir það sem hefur komið fram hjá fulltrúum Sjálfstæðisflokks að það er mikilvægt að nemendum í 8. bekk gefist kostur á því að stunda þessa vinnu í vinnuskólanum. Þetta eru auðvitað störf sem eru ekki hættuleg, sem valin eru sérstaklega fyrir þennan hóp, enda kunnugt að þessir aldur hefur unnið í vinnuskólanum hér á árum áður og í nágrannasveitarfélögunum. Það er á nóg að taka. Borgin má alveg við því að hún sé hreinsuð betur og því er nauðsynlegt að koma þessu aftur á að þessi hópur barna og ungmenna gefist kostur á því að vinna í vinnuskólanum. Það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðu hann lokið. Hér er komið málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunargerðar. Þau ykkar sem að samþykkja hana, gefu merki. Já, hún þá samþykkt með 9 atkvæðum.
Þú gerði það í upphafi fundar. Nú, þú last hann ekki. Hún var send út, hún liggur í fundargögnum, það ekki sérstök þörf á því. Við vitum út á hvað hún gengur, við höfum rætt hana. Þannig að við ætlum að ganga til atkvæða málsmeðferðartillögunum að vísa þessu til fjárhagsáætlunargerðar. Þau eitthvað sem að samþykki það gefur merki. Samþykkt með 9 að einhverju móti. Þau ætlum bara að vera á móti vinnuskólanum. Djók. Tökum atkvæðagreiðsluna aftur. Þið eitthvað sem að samþykkið að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunargerðar gefur merki. Marta Guðjónsdóttir ætlar að koma hérna upp undir fundarsköp. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst þessi háttur á með þessar málsmeðferðartillögur. Mér finnst þetta vera orðið ný tækni á þessu kjörtímabili að komum við í minnihlutanum með tillögur að þá ef að meirihlutin treystir sér ekki til þess að samþykkja þær og vilja svona út frá einhverjum populisma ekki fella þær, þá koma þær með málsmeðferðartillögur. Hefði ekki verið eðlilegra að bera okkar tillögu upp fyrst og koma síðan með málsmeðferðartillöguna og því að okkar tillaga, hún gengur í rauninni lengra heldur en hinn tillaga. Það er mín skoðun og ég óska eftir því að aðrir borgarfulltrúar hér tjáu sig það hvort að ég hafi á rétt að standa það á því að okkar tillaga gengur lengra og ætti því að vera tekin fyrir fyrst. Já, hér er fyrirspurn frá borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir. Þú getur auðvitað ekki vísað tillögum til málsmeðferðar sem að hafa verið felldar. Þannig að þetta eru eðlileg fundarsköp að vísa tillögum til meðferðar. Það er ekki verið að hafna henni, það er ekki verið að fella hana, það er ekki verið að vísa henni frá, heldur er í rauninni verið að afgreiða hana vegna þess að það liggur ekki fyrir til dæmis fjárhagsleg greining á tillögunni og því er verið að vísa henni til fjárhagsáætlunargerðar. Undir fundarsköp hefur Birna Sveinbjörnsdóttir beðið um orðið. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Ég ákvað að koma hérna upp undir fundarsköp til þess að leggja áherslu og taka undir það. Þetta er orðið frekar hvimleitt þegar tillögunum er alltaf vísað í einhverjar úrvinnslu, nefndum og ráðum, reyndar núna til fjárhagsáætlunargerðar, fyrir að það er hægt að taka ákvörðun strax. Þetta taka ákvörðun, málsmeðferðartillagan gæti verið bara samþykkt með fyrirvara að fjármagn fáist í verkefnið. Þannig að bara því miður að þá er of seint að fara að taka þetta næsta ári þegar til dæmis kosningar orðið ekki, þá er þetta að blása þessu upp. Mér finnst bara að við skuldum unglingum Reykjavíkurborgar það að bjóða 8. bekk upp á þessa lausn í vinnumálum sínum. Þannig að undir fundarsköpum forseta þá vil ég leggja áherslu á það. Við tínum allt og oft tillögum sem hérna er vísað og það er ekki teknar upp aftur. Já, hér þurfa borgarfulltrúar að taka efnislega undir liðnum fundarsköp en ekki lýsa skoðunum sínum. Hér liggur fyrir málsmeðferðartillaga sem hljóðar svo frá okkur. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að vísa til gerðar fjárhagsáætlunar 2018 að bjóða öllum 8. bekkingum í grunnskóla Reykjavíkur starfi vinnuskóla Reykjavíkur sumarið 2018. Þá er jafnframt lagt til að huga verði á aukinni fjölbreytni og valmöguleikum í þeim störfum sem í boði verða. Fundarsköpin eru mjög skýr. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, vill koma hér aftur undir fundarsköp. Forseti leyfir henni náðarsamlegast það, örstutt. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ítreka þá skoðun mína að okkar tillaga gengur lengra. Við erum að tala að þessum aldurshópi gefist tækifæri á því að fá vinna núna í sumar hjá vinnuskólanum. Málsmeðferðartillagan ykkar gengur hins vegar út af því að vísa þessu í einhvern starfshóp eða stýrihóp, öllu heldur eins og það var kallað, og inn í fjárlagagerð.
við erum að tala að það verði brugðist við hér og nú. Þess vegna hefði ég kosið að okkar tillaga hefði verið borin upp, þið megið alveg fellana og bera síðan upp breytingatillögu og þá skulum við sjá hvort að við erum reiðbúin til þess að samþykkja ykkar breytingatillögu. Mér finnst það betri bragur á því að við gerum það með þeim hætti. Já, eins og forseti hefur bent á þá er þetta ekki breytingatillaga, þetta er málsmeðferðartillaga og ég ætla að bera hana upp. Þau ykkar sem að samþykja þessa málsmeðferðartillögu gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Já, takk. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetur. Þau búið bókun. Hér eru búðar bókanir og við göngum til annars liðar á dagskrá sem er